Góðan daginn öll, mikið gaman að fá að vera með ykkur hérna í þessum hóp og fá að tala þetta frábæra viðfangsefni sem fjórða iðnbyltingin. Ég sérstaklega þakklátur skipuleggjendum hér fyrir að ná svona fjölbreyttum sjónarhornum saman á þessa byltingu og það er bara í fyrsta skipt sem við virkilega náum að sjá þetta á Íslandi frá þessum ólíku hornum. Og ég ætla að fá að tala um menntunina og ég ætla að fá að tala um hana út frá þeim hluta menntunargeirann sem ég þekki best, það er að segja frá sjónarhorni háskólana. Nú, hvað er fyrsta sem fólk geta þetta í hug þegar við horfum til háskóla? Það er að við meitum menntun og þjálfun. Við mentum fólk, við átum þeim prófskírteini, sendum við sín út á vinnumarkaðinn, þannig að þau getur farið að vinna fyrir ykkur og með ykkur, og orðið síðan þið. En við gerum miklu meira. Það er alveg jafn stór hluti og jafn stór krafa til háskóla og sérstaklega í ljósi þess sem er að gerast, að þeir sinni nýsköpun og rannsóknum. En þeir gera meira heldur en það. Þeir eru líka miðstöð þekkingar og þegar við horfum til byltinga eins og þeirra sem á sér stað í dag, við þurfum að færa gríðarlegt magn af þekkingu og aðgengja þekkingu til landsins og háskólar gegna þar lykilhlutverki. Hlutverk háskólan hefur nefnilega breyst alveg gríðarlega á síðustu árum og áratugum. Háskólamenntun og háskólamenntaðir eru orðnir innviðir samfélagsins sem við þekkjum í dag. Það er ekkert sem að virkar í okkur samfélagi. Við leitum til sérmenntaðra með alla okkar heilbrigðisþjónustu, með það að kenna börnunum okkar, með menntun, með það að sinna ýmsum eftirlitshlutverkum. Allt þetta krefst háskólamenntunar. Við erum bara með samfélag sem byggir á þessu. En þetta er líka orðin meiri háttar uppspretta verðmætasköpunar. Nýjar hugmyndir fæðast í háskólum, fá að dafna þar og fara síðan út í samfélagið. Við þekkjum margar fyrirmyndir af því bæði hér á Íslandi í þeim fyrirtækjum sem við þekkjum best í framleiðslu og hátækniframleiðslu, en ekki síður meðal þess sem hefur að gerast erlendis og stærstu fyrirtækin og eitt stærsta fyrirtækið á markaði í dag er einmitt Google sem verður til í háskóla. Við erum orðnar lykilstofnanir í þessu samfélagi. Og það sem hefur gerst er að háskólamenntun hefur fjölgað gríðarlega. Háskólarnir hafa orðið ákveðin þungamiðja eins og til dæmis í Kísildal. Það hefðu aldrei orðið til Kísildalurinn eins og við þekkjum henni í dag ef ekki væri fyrir háskólan á þessu svæði sem bæði uppspretta einstaklinga sem vilja vinna og gera hluti og líka nýrar þekkingar og nýrar tækifæra. Þetta þýðir fyrir háskólana að það er miklu flóknara að vera til. Ég held að það hafi verið þægilegra að vera háskólastarfsmaður fyrir 200 árum þegar maður fékk að sitja bara í sínu herbyggi, kenna svona endrum og eins og bara spekúlera þar á milli. Enginn gerir kröfur neitt sérstaklega úr samfélaginu til manns. En í dag að sinna öllu því sem að samfélagið krefst frá háskólum, nýta öll þau tækifæris sem þeim byður upp á, það er bara töluvert krefjandi. Og ef við horfum til Íslands, þá erum við að bæta ofan á þetta með að vera með háskólakerfi sem raunverulega er ennþá í mótun. Nemendum hefur fjölgað gríðarlega. Það er mjög stutt síðan að Ísland var langt á eftir öllum okkar nágranna og samanburðarlöndum fyrir að koma hlutfalli háskólamentara. Það hefur gerbreyst á bara 2 áratugum. Á sama tíma hefur háskólum fjölgað. Lengi vel vorum við með háskólan, með ákveðnum greini, en það er bara tiltölulega nýlega sem að lögum var breytt, aðrir háskólar koma á sjónarsvið og aðstæðurnar breytast. Og þetta raunverulega er kerfi sem er ennþá í mótun. Við erum ekkert alveg búin að fóta okkur í hvernig best að hafa þetta. Þannig að þetta er grundvöllurinn sem við höfum hérna á Íslandi þegar kemur að menntun fyrir iðnbyltingu sem er ekki aðskella okkur, hún er í fullum gangi. Og hvað er á bak við þessa iðnbyltingu? Áður við höldum áfram, veltum því hans fyrir okkur, að eins og gufuvélin var, drifkrafturinn á bak við fyrstu iðnbyltinguna, hvað er það sem er að keyra þessa iðnbyltingu áfram? Við erum jú komin með internetið, við erum búin að hanga á því núna í 2 áratugi eða 3 samfleytt. Við erum komin með tölvurnar, ég meina sjálfvirkni í verksmiðjum er ekkert nýtt. Japanir eru múin að framleiða bíla með sjálfvirkum róbótum áratugum saman, með hágæða eftirlit. Hvað er það sem er að bak við þessa byltingu? Það sem er að gerast hér er fyrst og fremst það að það er allt orðið tölvustýrt, það er allt orðið tengt saman, allir skynjarar eru tengdir beint inn í þennan heim, tengingarna, netsins, en það sem við erum komin með í dag er 20 viðbótar, annars vegar
tölvuaflið til að vinna með allar þessar upplýsingar og allt þetta sem að gerast, og hitt sem það raunverulegi drifkrafturinn á bak við þetta sem gervigreind. Við erum komin með tölvutækni sem ekki krefst þess lengur að við segjum vélunum skref fyrir skref fyrir skref hvað að gera. Það að leysa úr þessu sjálfar. Þetta gerbyltir öllu. Og ef þið trúið mér ekki, og ég fæ oft svona manntrúar svip nú, það er eina af þessum byltingum sem alltaf á leiðinni, já. Sjálfkeyrandi bílar eru búin að keyra milljónir kílómetra á götum Kaliforníu, án þess að meira og minna lenda í slysum, að minnst að hafa ekki verið þeim að kenna hingað til. En hugsiði bara hvað þetta er mikil breyting frá því sem að við eigum að venjast. Við höfum alltaf horft til þess að það að koma faratæki frá stað A til B krefjist mannesku, og sérstaklega þegar að ræða bíla. Þetta sýnir þá sannar að þetta eru endurtekningar störf sem er vel hægt að sjálfvirknivæða vegna þess að við höfum gervigreind sem við höfum ekki áður. Þetta er ekki bara ómenntaði bílstjórar sem að þurfa að hafa áhyggjur af því hvernig störfin sem breytast í framtíðar. Hámenntaði læknar hafa verið að skáka þeim til hliðar eða standa minnst okkur í jafnfætis þeim með gervigreind. Watson er gervigreindartækni sem að IBM er búin að vera að þróa í mjög mörg ár. Getur fengist til næstu í hvað sem er. Eitt af verkefnunum sem við veltum fyrir okkur að vinna mögulega í samstarfi við IBM og Watson var að búa til ferðaskipulagningar ráðgjafa fyrir útlendinga að koma til Íslands og nýta gervigreind til þess. Og Watson er fullkomlega hæfur til að standa í því. Hann hefur líka unnið spurningakeppni og gert eitt og annað. En það sem var ákveðið að gera þarna er að mata þessa gervigreind á öllum þeim greinum sem birtust í læknatímaritum krabbameinsmeðferð. Þetta eru hundruð, ef ekki þúsundir greina á dag. Vélin lest allt saman og hún notaði þetta síðan til að gefa ráðleggingar krabbameinsmeðferð fyrir stóran hóp af sjúklingum. Hver var niðurstaðan? Í öllum þeim tilfellum þar sem að þessi vélgreind ráðlagði einhverja krabbameinsmeðferð, þá voru læknarnir annaðhvort sammála því að þetta væri besta meðferðin, eða þeir sögðu, ef ég hefði vitað að þessum úrræða möguleika, þessum meðferða möguleika, þá hefði ég sennilega ráðlagt það. Vélin bara er með þekkingu sem læknarnir get ekki náð utanum. Engin læknir getur lesið 800 vísindagreinar á dag, þó þeir séu rosalega góðir og vel menntaðir. En hvað áhrif hefur þetta á okkur og af hverju að tala þetta hérna? Við byrja á því að hugsa okkar eigið einkalíf og okkar samfélag. Og það er alltaf gaman að hugsa í dæmum. Í framtíðinni sjálfsögur við öll komin á sjálfkeyrandi bíl, það er engin ástæða til að keyra hann. Þegar ég er ekki að nota bílinn, ef ég ætti bíl, sjálfkeyrandi bíl, ef ég verð ekki að nota hann sjálfur, þá myndi ég að sjálfsögðu leigja hann til Innes 23 tíma á dag og verið að keyra úr vörurnar úr sjálfvirka vöruhúsinu þeirra til allra þeirra sem nýta þær. Það er engin ástæða til að vera með bíl sem er sjálfvirkur og situr grafkjör 23 tíma á dag. Þannig við eigum ekki bílan lengur. Ég vil ekki heldur að þurfa að panta. Þetta er tengt við dagatalið mitt, það veit alveg hvenær síðasti fundurinn minni hjá mér er búinn, það reyndar alveg hvar ég er í byggingunni. Það er svo gaman að tala við fólk, það tekur alltaf svolítið tíma að komast út úr byggingunni, en bíllinn verður bara þarna þegar ég kem og hann leggur bara af stað þangað sem ég er að fara næst, hvort það er að ná í strákinn í frjálsu íþróttirnar eða koma við í búðinni eða gera eitthvað annað. Því að þú þekkir vel inn á mig. En það sem meira er, hún er með Fitbitið, það er sjálfsögðu tengt. Og vegna þess að gervigreindin kann á þennan hluta mannslíkamans, ef það er eitthvað óreglulegt hjá mér, blóðþrýstingurinn eða hjartslátturinn fer eitthvað úr lagi, þá skoðar hún það, ber það saman við hvað hefur verið að gerast í öðrum tilfellum í svipuð, þekkir að sjálfsögðu heilbrigðissöguna mína og það ákveður að það er sennilega best að skutla mér, hvort sem ég vilið ekki, og fara að tala við eitthvað lækni. Þið vitið hvernig við getum við stundum verið? Nei, það er ekkert að mér. Ég þarf ekki að tala við neitt, sko. Og ekki nóg með það, hún fer með mig til læknisins, heldur hinir bílarnir komast að samkomulagi það að þeir víkja aðeins frá, svo ég komist nú fyrir á þann stað sem ég á að vera. Þetta er snjallsíminn ykkar margfaldaður. Þið vitið alveg að snjallsíminn ykkar stjórnar líf ykkur í dag. Þetta er þegar öll hinn tækin
orðin eins og snjallsímarnir og þjónist ykkur bara eins og ykkur henta best. En þetta hefur ekki bara áhrif á okkar einkalíf. Og ástæðan fyrir við erum hér, þetta hefur gríðarleg áhrif á okkar atvinnulíf og okkar framleiðslu og okkar efnahag. Það sem mun gerast þegar vélarnar sjálfvirkar, þær geta framleitt hvað sem með samsetningu, með jafnvel þrívítaprentun, með því að sjálfar taka ákvörðun hvernig best að gera hlutina, þær geta framleitt næstu því hvað sem hvar sem Þetta þýðir það að forskot í framleiðslu og þjónustu verður ekki lengur fjöldi starfsmanna. Það verður ekki lengur staðsetning. Það verður það að vera mest skapandi og geta best sinnt kúnnana. Margrét nefndi þetta. Það sem sjálfvirknin býður upp á einmitt tækifæri fyrir okkur á Íslandi. Það sem við erum ekki með óendanlegan fjölda starfsmönnum, við erum ekki með stærstu verksmiðjur í heimi, heldur einmitt við erum með sköpun. Við getum gert hluti sem eru einstakir. Það sem þessi tækni leyfir okkur að gera það samkeppnishæft á við hvern sem annan í heiminum. Þetta jafnar aðstöðumun á milli landa og samkeppnissvæða. Þetta ekki bara plúsar, munum það, sumt af því sem við höfum litið á, sem hefðbundna styrkleika okkar, þeir munu veikjast á móti. Þannig að við ætlum að taka þátt í þessu, þá verðum við vera tilbúin til að nýta tækifæri. Það eru tækifæri í þessu. Við erum að nýta tækifæri, við getum skapað verðmæti sem okkur verður aldrei dottið í hug að við gætum verið að skapa hér á Íslandi. Við getum verið að skapa verðmæti í framleiðslu og samsetningu og gerð hluta sem hafa aldrei komið inn á okkar radar áður, bara inn á okkar hugmyndafræði. Við getum orðið miklu samkeppnishæfari í að veita þjónustu, sérstaklega nærþjónustu. Heldur við höfum getað gert í dag, við bara segjast hann svo þegar 190.000 mann vinna á einu landi og það þarf að uppfylla það að vera heilt samfélag. Við erum öll að vinna 2-3 störf. Ef við fáum þessa tækni til að hjálpa okkur, við getum gert miklu betri þjónustu. Bara eitt dæmi, sinnum öldruðum. Það gríðarleg mannekla í því að sinna öldruðum. Ef við getum nýtt tækni til að nýta mannskapinn betur, tengja betur saman og nýta aðra resursa, þá getum við gert það miklu betur heldur en við getum gert þetta í dag. Og við höfum tækifæri til að nýta þetta ekki sem einhverja ógn varðandi það að störfin hverfa, heldur fyrst og fremst það að Íslandi sé tækifæri til að virkilega skapa ný störf, ný virkilega áhugaverð og spennandi og skemmtileg störf til framtíðar. En hvað þurfum við til þess? Það kemur kannski ekkert óvart, þið þekkið mig ekki ef þið eru mjög hissa á því ég segi menntun, skiptir máli. Hvað þurfum við til framtíðar ef við ætlum að vera? Við þurfum að hafa menntun sem ekki bara menntun sem dugar, við þurfum að vera virkilega samkeppnishæf. Þegar verðmætin byggjast á hugviti, sköpun og fólkinu sem á bak við þau, ekki neinu öðru, þá skiptir öllu máli að við séum menntuð í fremstu röð, við höfum mannauðinn í fremstu röð. Við þurfum sennilega fleiri heldur en við erum með á landinu í dag og eitt af þessum við myndum mjög gjarna vilja sjá að sjá fleiri koma til Íslands til að læra, sjá hvort þeir vilja ekki setjast hér að og bæta við vinnumarkaðinn á Íslandi. Hann ekkert rosalega stór, við megum alveg hafa fleiri, en það sem fyrst og fremst skiptir máli, og þetta áskorunum fyrir menntastofnanirnar, að menntunin sé í takt við þarfirnar. Ég var að tala við kollega mína góðu út í MIT og þeir gangast alveg við því að í dag eru þeir að ákveðnu leyti ennþá að mennta fyrir verkfræðinginn sem var ráðinn í vinnu 1950. Þeir ekki að mennta þá sem að framleiða 2050. Þetta þarf að breytast og það áskorun fyrir menntastofnanir. En við þurfum ekki bara mentuna. Við þurfum að hafa grundvöllin og getuna og aðstöðun og allt sem við þurfum til að skapa nýja þekkingu. Þegar samkeppnisefnin byggist á sköpun, nýsköpun, þekkingu, innsæi og það að standa framar en aðrir, þá þetta lykilþáttur í því að við séum samkeppnishæf í alþjóðlegu umhverfi. Ef við ætlum að bara lifa á því að fá hugmyndir annarra og framkvæma þær hér, þá alltaf einu skref á eftir. Við þurfum umhverfi sem að hlúir að þessu. Það ekki nóg að hugmyndin verið til sem rannsóknarpappír eða sem hugmynd í kollinum á einhverjum. Það þarf að vera umhverfi og geta til að framkvæma. Þeir sem eru með hugmyndir, þeir sem eru frumkvöðlega, þeir sem vilja gera nýja hluti, þurfa að hafa aðstöðuna, þeir þurfa að geta búið til nýja atvinnuvegi, ný tækifæri, nýja leiðir til að skapa verðmæti.
Það gerir ákveðnar kröfur stöðuleika sem höfum ekki alltaf séð. Það að vera stjórnarformaður í hugbúnaðarfyrirtæki sem flytur út allar sínar afurðir stundum erfitt á Íslandi. En fyrst og fremst við erum bara verið að hugsa það alltaf að vera sem sterkust í samkeppnisefninni. Og eitt af því sem okkur vantar sárlega, ekki á morgun heldur í dag, aukin sérfræðiþekking á landinu. Við tölum fjálglega, og það vill nú þannig til að ég sérfræðingur í gervigreind. Við erum bara ekkert voðalega mörg á Íslandi sem eru í þeim gíra. En ef við tölum bara tölvuöryggi, við tölum bara sjálfvirkni, gervigreind, nútíma markaðssetningu á vefmiðlum og beina áhrifasel, greining á gögnum, alvöru djúp greining, djúpur lærdómur til að láta tæknina vinna verkin fyrir okkur. Það þarf ekki mjög margar hendur til að telja sérfræðingar á Íslandi á þessum sviðum. Við verðum að fá meiri þekkingu inn til landsins. En áður en eftir að byrja að hljóma eins og skammaræða yfir háskólunum, það er bara fullt af hlutum sem við gerum vel. Við erum að skila fullt af nýju fólki út í atvinnulífið. Við erum að skila fleirum heldur en við höfum verið að gera og við erum að skila fjölbreyttara fólki eins og við eigum að vera að gera. Við höfum líka verið að bregðast við kröfunum frá ykkur í atvinnulífinu. Ég flutti til Íslands í maí 2007, dásamleg tímasetning. Fyrsta sem að tala að vantar fleiri úr upplýsingatækni. Við erum að svara því. Það búið að margfalda fjölda þeirra sem að útskrifast með upplýsingatæknigráðu núna þó að virkilega meiri þurfa til. Og það verður bara að segjast alveg svo þegar kemur að þekkingasköpun, þá hafa íslenskir háskólar sýnt að þeir geta kepptið þá bestu í heiminum. Við erum alveg að skapa nýja þekkingu og þetta hlutur sem hefur vaxið ótrúlega á Íslandi á síðustu árum og raun og veru öfundsvert og oft talað það þegar við erum samstarfi við aðra hvað við höfum náð miklum árangri á tiltölulega stuttum tíma. Og síðast en ekki síst, við erum að hjálpa til. Það má gera miklu betur en við erum að hjálpa til að láta ný fyrirtæki verða veruleika eins og þetta sjálfvirka myndgreiningar hugbúnaðarfyrirtæki sem ég voru að vinna með núna í 10 ár sem getur borið kennsla á innihald mynda jafnvel þó að séu öðru samhengi heldur en öðru upphaflega var. En þetta dugar ekki til. Við þurfum að gera miklu meira til framtíðar. Áskoranirnar fyrir menntunina, fyrir fjóruðu iðnbyltinguna felast í að við þurfum að horfa til þarfa samfélagsins. Það svo auðvelt að festast í svona höfum við alltaf gert þetta, háskólar eru svona stofnanir, þeir eiga bara að vera svona. Við þurfum að vera drifin að breytingum í samfélaginu sem muni gerast hraðar heldur nokkru sem áður. Við þurfum að skila miklu meira og stöðugra framboði að menntuðu vinnuafli í samræmi við þarfir. Við þurfum búið til nýsköpunarumhverfi sem margfalt öflugra heldur en það sem bjóð upp á Íslandi í dag. Það verða til tækifæri fyrir ný fyrirtæki eða nýjar vörur og nýjar leiðir í rótgrónum fyrirtækjum til að komast áfram. Síðast en ekki síst, háskólar og atvinnulíf eiga að vera eitt. Þetta er svo nátengt saman að eitt að þjóna öðru og allir að vinna saman til þess að hagsmunir beggja nái fram að ganga. Það stundum sem ég hef stungið upp á því, þess að Lilja farin, að atvinnuvegaráðuneytið og menntamálaráðuneytið ætti að vera sama ráðuneytið. Það er voðalega erfitt að ímynda sér að maður ætla að fara einhverja vegferð þegar mannauður, það sem maður er að undirbúa mannauðin og það sem maður er að gera með mannauðin fer ekki saman. Við verðum að horfa fram á við. Það tvennt sem ég vil að við notum sem leiðarljós í þróun menntakerfisins eins og það leggur sig. Í fyrsta lagi menntun sinni atvinnulífi, menntun sinni verðmætasköpun, menntun sinni þeirri þjónustu sem við ætlum að veita á Íslandi, menntun sinni innviðum samfélagsins. Menntun sé ekki fyrir sig sjálfa, stofnanir sé ekki fyrir sig sjálfar, við erum að sinna þessum þætti. Og síðast en ekki síst að við séum að sinna samfélaginu, þá erum við að horfa til einstaklingana sem og samfélagsins alls. Þessar breytingar sem verða á næstu árum og síðustu mælingar sem ég sá og heyrði frá McKinsey að á Íslandi metið það byrja 36% starfa séu sjálfvirkni væðanleg. Það þýðir ekki að hin 64% getur bara slappað af. Störfin þeirra munu öll breytast gríðarlega. En hvað þýðir þetta? Þetta þýðir ekki bara það að við ætlum að taka alla 19 ára unglingana og mennta þá öðruvísi. Við öll munum þurfa einhvern veginn að fara tilbaka í skólana og læra nýja hluti. Þar eiga menntastofnunar, þar með tala háskólar, að gegna hlutverki.
Við þurfum að sinna miklu stærri hóp samfélagsins til framtíðar heldur við höfum verið að gera í dag. Þannig að, hvað þurfum við til að vera með menntakerfi sem getur ráðið við 4. iðnbyltinguna á Íslandi? Kemur ekki óvart, ég ætla að segja, vel fjármagnað og skilvirkt menntakerfi sem virkilega getur staðið undir menntun og þjálfun mannauðs, rannsóknum og nýsköpun og öllu því sem þarf til að við getum haldið innviðum samfélagsins vel gangandi og fært þá fram á við. Og ákveðin skref hafa nú verið tekin, það verið að bæta fjármagni við háskólana, en ég skal segja eins og það væri sorglegasta niðurstaða sem ég myndi nokkuð tímann sjá út úr þessari herferð sem við erum búin að vera í núna árum og áratugum saman að bæta fjármagnin háskólana, ef að niðurstaðan verið sú að menntakerfið á Íslandi gera alltaf sama og gerði í gær bara fyrir meiri pening. Við megum ekki gera það sama og vorum ekki í gær. Hugmyndir einmitt að við gerum aðra hluti, gerum þá betur og við gerum þá öðruvísi. Þurfum að leggja áherslu á þarfir atvinnulífs og samfélags, þurfum að leggja áherslu á gæði námsins og þarfir þeirra sem ætlum síðan að útskrifast og þeirra sem taka við þeim. Síðast en ekki síst, það engin betri staður til að hafa sem miðstöð þekkingarinnar og tækifærinnar sem verða til í 4. iðnbyltingunni, heldur en einmitt í háskólunum, því þeir geta sinnt nemendunum sem fara, bæði þeim ungu sem eru að koma nýir inn og fara út á vinnumarkaðinn, þeim sem eru eldri og þurfa að læra meira, en síðast en ekki síst, ef í góðu samstarfi við atvinnulífið, þá þetta þekkingabrunnur sem getur hjálpað íslensku atvinnulífi að vaxa og dafna og nýta þessi tækifæri. Takk fyrir.